Jesú nafni, þá verð ég að tala aðeins á móti spiritismannum. Ég hef búið 7 ára á Íslandi, ég veit hvernig þetta á Íslandi. Allir söknir onni í spiritisma og halda að þetta sé bara saklaust. Þetta ekki saklaust. Þetta djöfulskapur. Og þið eruð ekki að tala við ömmu og afa og bla bla bla. Þið eruð að tala við illa anda. En þið veitið ekki af því. En ég er komin að segja ykkur það að þetta djöfulskapur og þetta blandast ekki við kristna trú. En ég séð hvernig þetta inni hjá spákonum á Akureyri og annar staðar. Það hafa myndir af Jesú hangandi. Þetta er bara til að leiða afvegu, til að ná treysti þínu, en svo leiða þig í vitlausa átt. Viðvörun á móti spiritismannum. Í ljósi þess hvað fólk á Íslandi virðist vera mikið að eltast við spákonur og anda framliðina, tel ég það guðlegu skyldu mína, hvorki meira en ég minna, að sýna fram á að þetta er ekki Guði almáttugum þóknanlegt, heldur þvert á móti. Þetta er honum mikil andstyggð og blandast ekki saman með kristina trú. Samkvæmt Biblíunni kveikir þetta reiði Guðs. Spurningin er, vill maður vera sannur kristinn eða ekki? Hvað ertu? Ertu heiðingi eða ertu kristinn? Þú verður að velja. Ef þú velur Satan, þá fylgdu honum til helvitis allt hvað þú vilt. Þú mátt það. En þú ert ekki kristinn og líka spiritisti og ferð að leita ráða hjá illum öndum. Það blandast ekki. Láttu engan tæla þig. Kristnir menn trúa á Krist og vilja þóknast honum. Þessar tilvitnanir í Biblíuna eru bæði úr Gamla og Nýja testamenti. Allt Guðs orð talar skýrt í þessu máli. Allt Guðs orð talar skýrt í þessu máli. 3. Mósebók 20, vers 6. Ég les úr Viðeyjarbiblíunni frá 1841. Verið þið stoltir af ykkar tungumáli. Þið hafið eitt hið flottasta tungumál í heimi. Það flokkast með bara góða, flotta miðaldar þýsku. Ef nokkur maður snýr sér til þeirra sem leita frétta af dauðum eða spásagnarmanna og að elta þá til að flækjast á þeim, þá vil ég, drottinn, setja mitt andlit gegn þvílíkum og uppræta hann frá sínu fólki. Sko, það var af því að Guð hafði valið út Ísrael. En núna frá hans fólki, hvað er það? Það er frá kirkju Jesú Krists, sem ekki er einhver bygging, það er andlegu líkami. Kirkja Jesú Krist er andleg. Það er allir sem fylgja honum í anda og sannleika. Hefur ekkert með neitt klæði eða eitthvað gull, eitthvað flott hús, einhvern prest þarna. Þetta er bull, þetta er drasl. Algjört drasl. Hendi þessu. En ef þú ert í fínni kirkju og presturinn er frelsaður og þú ert líka, þá er þetta allt í lagi. En láttu ekki þetta blekkja þig. Það sem skiptir máli það er það að þú þekkir Jesú og átt hann og ert frelsuð manneskja. 3. Mósebók 20-27. En ef maður eða kona skyldu vera á meðal þeirra, er særir dauða eða er táknaútleggjari. Táknaútleggjari, þú skilur þetta.
þetta horoskóp og allt það, draslið. Þá skulu þau dauða deyja, menn skulu lemja þau grjóti, þeirra blóð skal vera yfir þeim. Og þegar ég hef lesið þetta, þá skal ég segja þér strax að svona var þetta undir Móse lögmálinu, áður en náðin kom gegn Jesú Krist. Það var þetta allt saman strangleiki. En við erum ekki þar í dag, við erum ekki að grýta neitt, að drepa neitt, eða neitt slíkt. En þetta segir okkur samt sem áður hvað Guð hefur þóknun á og hvað sem er honum anstigð og hversu mikil anstigð þetta er honum. Þetta er honum mikil anstigð. Það er að segja, ef það væri engin náð til, þá myndir þú vera svo saklaus að þú værir dauða skyldugur. Þú myndir þurfa og eiga að deyja fyrir þetta. En þetta er samt synd. En hver hefur dáið? Jú, Jesús hefur dáið fyrir þig. En ef þú ekki tekur á móti honum, ekkert laugast í blóði hans, þá mynd þú deyja sjálfur og borga fyrir allar syndir þínar. Hvar? Í helvíti. Það er alveg satt. Þú kannski trúir ekki því, en ég verð að segja þér satt. Ég segi þér satt. Ef þú frelsast ekki, þá ferðu til helvítis. Ef þú frelsast ekki, áður en þú deyrð, þá getur þín barnaskírn og ferming og hversu oft þú getur haft verið í kirkju allt þitt líf. Ef þú átt ekki trúna á Jesús Krist persónulega og átt frið við Guð og veist að þetta er að þú ert náðaður, frelsuð manneskja, hún veit það ef hún er það. Ef þú veist ekki, þá ertu það ekki. Því að Guð gefur sínum börnum frið að það eru hans og eru fyrirgefin og eru lauguð í Jesú blóði. 5. Mósebók 18:10-11. Við lesum spiritismann ennþá. Svo að enginn finnist hjá þér sem láti son sinn eða dóttur vaða bál, gangi gegnum eldinn. Enginn sem fer með spádóma eða er dagdveljari. Ellegar tekur mark á fuglakvaki, eður galdramaður eða særingamaður. Þú skilur þetta allt saman. Eða spásagnamaður, spiritist. Eða teiknaútleggjari, horoskóp. Eður nokkur sem leitar frétta af framliðnum. Þetta hefur ekki þóknun Guðs, þetta hefur ekkert með Guð að gera. Þetta er djöfulskapur. Mundu eftir því og snúðu baki við þessu. Fyrra Krónikubók, já, ég veit ekki hvar þetta stendur. Jú, fyrra Krónikubók 10:13. Þannig lét Sál líf sitt sakir ótrúmennsku sinnar við drottin. Sakir þess að hann eigi varðveiti boð drottins og einnig sakir þess að hann hafði gengið til frétta við vofu. Hann var búinn að fara til spákonu. Það var honum svo mikil synd að Guð lét hann láta lífið, það var vegna þess. Hann fór ekki til Guðs, hann fór ekki til himins. Sál, konungur í Gamla testamenti, hann er í helvíti. Jesaja 8:19-20. En ef þeir segja til yðar, leitið frétta hjá konum þeim, er uppvekja dauða menn úr jörðu, og hjá fjölkyngis mönnum, þeim er umla og muðla fyrir munni sér, þá skuli þér svara, á ekki fólkið að leita frétta hjá Guði sínum? Jú,
á það að leita frétta hjá hinum dauðu í staðinn fyrir hjá hinum lifendu, gætið lærdómsins og vitnisburðarins. Gætið lærdómsins og vitnisburðarins. Það fylgið Guðs orði. Lærið það og það Guðs vitnisburður. Það Guðs lærdómur. Þú ert án afsökunar. Ef þeir tala ekki samkvæmt honum, hverjum, vitnisburðinum, ef þeir tala ekki samkvæmt honum, eins og hann talar, þá vitið að fólkið hefur enga birtu. Þeir sem tala eitthvað annað en bara rétt og skýrt samkvæmt Guðs orði, eins og það talar, eins og það kennir, þeir hafa enga birtu, ekkert ljós. Þeir eru í myrkrinu, eru af myrkrinu, eru í myrkrinu. En vertu það ekki. Jesaja 19:3. Hyggindi Egyptalandsmanna skulu að öngu verða. Ég vil ónýta þeirra ráðagjörðir, svo þeir skulu ganga til frétta hjá Guði, galdramenn. Nei, þeir skulu ganga til frétta við hjá Guði, galdramenn, úti setukonur og kunnáttumenn. Já, af því þær fylgdu ekki Guðs orði. Hann bara lét á eiga sig. Og hvert fóru þeir þá? Að fylgja öllu þessu sem þið eru að fylgja á Íslandi. Ég kom að vara ykkur við að bara segja ykkur sannleikann beint upp í andlitið. Lifið eins og þið lifið nú og þið eru undir Satans afli og hann mun taka á móti ykkur þegar þið deyið. Og það engin veisla í helviti. Þið munu þjást og þjást og biðja allir Guðs en hann mun ekki svara ykkur þar. Þetta ekki nógu gott að Ísland kallar sig kristið og með krossmerkið í fánanum og hefur þjóðsöngurinn Guð minns lands og Guð vors lands og lands vors Guð og allt þetta og svo bara hafið ekkert með hann að gera. Og viljið ekki að hafa neitt með hann að gera, en fylgið djöflunum í staðinn. Þetta hræðilegt. Þetta skömm. Takið ykkur saman. Í alvörunni. Já. Svo það Postulasagan 16-18. Nú skeði svo að við gengum til bæna að þerna nokkur sem hafði spássagnaranda mætti oss, hver ávann lánadrottnum sínum mikið fé með því að spá. Hún hljóp eftir úr Páli og oss og hrópaði, þessir menn eru þjónar Guðs hins hæsta. En þetta bara til þess hún ekki sönn, sko. Þeir kunngjöra oss hjálpræðisins veg. Þetta gjörði hún í marga daga. Páli féll það illa, sneri sér við og sagði til andans. Hann vissi hver andi þetta var sem var að tala. Ég skipa þér í nafni Jesú Krists að þú farir út af henni. Og hann fór út á samri stundu. Ég hef heyrt kristina frelsaða manna í Reykjavík segja mér frá því að þegar þeir voru ungir, þá voru þeir farnir bara svona kristin hópur, farnir hafðu staðið fyrir utan hús þar sem spákona var og þar sem þau voru að tala við illa anda. Og þeir bara stáðu þarna í kring og báðu til Jesú, kölluð á hans nafn og anda Guðs og stóðu á móti þessu. Og hvað gerðist? Bara leið smá tíma svo opnuðust hurðarnar og allt fólkið kom út. Það gat ekki verið þarna.
Og það gerist ekki neitt, ekkert. Sérðu. Þetta er ekki sami andi. Andin í spiritismanum er ekki andi Guðs, ekki neitt með einhverja engla að gera. Þetta er djöfullinn og illir andar og ekkert annað. Þú talar ekki við ömmu þína. Bull og kanil. Það er algjört bull og kanil. Eða eitthvað. Postulasagan 19, 13-20. Þá tóku nokkrir umhlaupandi særingamenn gyðingakyns sér fyrir að nefna yfir þeim þjáðust af illum öndum nafn Herrans Jesú, segjandi: Ég særi ykkur við Jesúm, hvern Páll prédikar. Meðal þeirra þetta gjörðu voru 7 sýnir Skefa, eins gyðinga höfuðsprests. Þá svaraði hinn vondi andi: Jesúm þekki ég, og við Pál kannast ég, en hverjir eruð þér? Og maðurinn sem sá vondi andi var í flaug á þá, var þeim yfirsterkari og lét þá finna til aflsins. Svo að þeir flúðu naktir og særðir úr húsinu. Þetta varð kunnugt öllum gyðingum og Grikkjum bjuggu í Efesus. Og ótti sló yfir alla, og nafn Drottins Jesú miklaðist. Margir sem við trú hafðu tekið komu nú, játuðust og sögðu frá athæfi sínu. Þeir játuðu synda sinna. Líka komu margir höfðu með kugl, með bækur og brenndu þær öllum ásjáandi. Verð þeirra reiknað saman var reiknað saman og var upphæð þess 50.000 silfurpeningar. Orð Drottins voks þannig og efldist kröftulega. Ég vil segja beinum orðum að kristnir menn gera ekki þetta að fara að fást við spiritisma og tala við eða fara til spákonu. Fáfræðin getur ekki lengur verið afsökun þegar maður nú hefur fengið sannleikann að vita. Iðrun og sönn hjartanleg bæn til Guðs fyrirgefningu, aðeins fyrir verk Jesú Krists á krossinum, færir mikla blessun, já, eilíft líf, hverjum þeim sem beygir hné og játar syndir sínar og gefst Jesú Kristi. Til engin annar Guð en Ísraels Guð, Jehóva. Jóð, H-O-V-A-H. Ef þú ekki hefur H í endanum þá hefur þú ekki Jehóva. Þessir vottar Jehóva með 6 stafir, þeir þekkja hann ekki. Því að á hebresku þetta Jóð, H-V-H. Það heitir tetragrammaton. Og ef þú ekki hefur H-ið í endanum þá þetta ekki Guðs nafn. Jehóva án H í endanum ekki Jehóva. J-E-H-O-V-A-H. Það Guðs nafn. Það stendur í færisku King James. Nákvæmlega svona. Til engin annar Guð en Ísraels Guð, Jehóva. Einn Guð en 3 persónur innan Guðdómsins. Faðirinn, sonurinn og helgi andinn. Ekki heilagur andi. Það ekki hann með lágstöfum. Og faðirinn með lágstöfum og sonurinn með lágstöfum. Nei, faðirinn með hástafi, sonurinn með hástafi og helgi andinn með hástöfum. Helgi andinn. Það hann. Hann ekki bara helgur andi eins og hann sé bara vindur. Hann ákveðin persóna. Þess vegna á hann að standa í bundnum málshátti. The Holy Ghost. Helgi andinn. Þið þurfið að taka gamlu íslensku biblíunar
og leiðrétta þær til að samsvara King James biblíunni og prenta hana og standa þjóðkirkjunni alveg gersamlega á móti. Treystið engum presti. Þjóðkirkjan, hún farin á hausinn. Hún andlega farin á hausinn. Trúaðu frelsaðir menn á Íslandi þurfa að standa saman og gera eitthvað í málinu. Í alvöru talað. Ísland að fara til helvitis in a handbasket, eins og maður segir á ensku. Going to hell in a handbasket. Alveg gjörsamlega. Með vonum að þið takið þetta til ykkar, gjörið iðrun, biðjist Guði innilegrar afsökunar fyrir að hafa gert þessa hræðilegu synd, snúið þessari synd bakið af sönnu, gefist Jesúm Kristi af sönnu, lesið og elskið orð hans og fylgið Jesú allt lífið út fram að dauða. Ég skammast ekki neitt. Ég að segja ykkur sannleikann alveg eins og hann er. Kólósubréfið 1:12-14 segir: Við þökkum föðurnum. Sérðu, þetta gömul biblía, hún hefur stórt F fyrir föðurnum. Nútíma biblíur, hvernig eru þær? Allavega færeska kirkjubiblían, líkist engu. Við þökkum föðurnum sem gjörði oss hæfa til að fá hlutdeild í arfleifð þeirra sem af ljósinu helgaðir eru. Og það er ekki eitthvað New Age ljós, það er Guðs sanna ljós. Hvíta sunnu ljósið. Þar sem það er heilagi andinn, ekki bara heilagur andi eins og prestarnir bulla og þekki hann ekki neitt. Það er heilagi andinn sem af ljósinu helgaðir eru með því að hann þreif oss frá myrkursins valdi og flutti oss inn í ríkisins elskulega sonar. Af hverjum við höfum lausnina, af hverjum af Jesú. Við höfum lausnina, fyrirgefningu syndana, fyrir hans fullgerða verk á Golgata krossi. En það er ekki bara eitthvað sem maður segir að fólk bara hefur. Það hefur það ef það tekur á móti Jesú persónulega og hefur hann og á hann. Virkulega, persónulega. Og það breytir manni. Það breytir öllu. Ef það gerir það ekki, þá hefur það ekki gerst. Þá býr Guðs andi ekki innan með þér. Ef þú ert nákvæmlega eins og þú varst áður en það gerðist, þá hefur það ekki gerst. Rómverjabréfið 3:23-25. Því að allir hafa syndgað og hafa skort á lofstýr hjá Guði. Allir. Við höfum allir syndgað. Þeir verða réttlætir án verðskuldunar af hans náð fyrir endurlausnina í Kristó Jesú. Fyrir endurlausnina. Verðum við réttlættir. Gerðir réttlátir. Það er Guðs gjöf. Hann segir okkur réttláta. En svo gefur hann okkur sinn anda sem helgar okkur og kennir okkur að ganga samkvæmt því sem hann hefur gert okkur til af sinni náð. Þannig förum við að lifa í raun og veru sem heilagir menn. Við segjumst ekki bara að vera heilagir en eru svo bara bersyndugir. Það hangir ekki saman. Nei, við lifum samkvæmt því sem Guð hefur gert okkur til af náð sinni í Kristi Jesú, af því að Guðs andi býr í okkur. Og musteri Guðs er okkar líkami, hann býr í okkur. Þess vegna erum við hlýðnir Guði. Við gerum eins og hans orð segir. Höfum anstíg fyrir því sem Guð hefur anstíg fyrir og elskum það sem Guð vill og viljum og reynum að gera það. Af öllu hjarta. Já.
Þeir verða réttlættir án verðskuldunar af hans náð fyrir endurlausnina í Kristi Jesú, hvern Guð hefur framsett forlíkunar fórn fyrir trúna í hans blóð. Fyrir trúna í hans blóð. En það er þegar við trúum á hann og trúum á hans blóð að þetta kemur til okkar. Til auglýsingar síns réttlætis með fyrirgefningu syndana áður drýgðar voru undir Guðs þolinmæði. Guð hefur haft þolinmæði með þér, með öllu Íslandi. Hann hefur haft þolinmæði. En sá tími kemur þegar Guð fyrir að dæma og skilja að og taka sitt fólk til sín, lyfta sitt fólk upp til himins, nema sitt fólk upp. Það gerist, Biblían segir það. Og svo þeir sem eftir þeim, þeir munu fá dóm og drekka Guðs reiði skálar. Og svo kemur Jesú aftur og hann drepur andkrist og allan hans her sem þá kemur á móti honum og kemur á móti gyðingunum. Og hann stofnar sitt ríki og hann verður konungur á jörðinni og þeir sem hafa þjónað honum og verið honum trúir, þeir munu fá leyfi til að stjórna borgum sem hann setur okkur yfir, 2, 5 eða 10 borgum, og þá verður stjórnað undir honum í 1000 ár. Það kallast 1000 ára ríkið og það kemur bráðum. Drottinn Jesús, ég bið fyrir Íslandi, ég bið fyrir íslensku þjóðinni, öllu fólkinu, ég bið að þitt náðarljós lýsi yfir Ísland, ég bið þess að þú lyftir upp fólk, hreinsar þeirra hjarta, hreinsar þeirra munn og ger þá tilbúna til að predika og fara út og vitna og predika og tala orðið skýrt og hreint og ekki skammast og ekki óttast djöful né mann eða lögreglu eða neitt, bara vera djarfir og tala sannleikan sama hvað. Ég bið þig að vakning komi út af Íslandi, í Reykjavík, á Austurlandinu og allstaðar og breiðist út allt land og margir munu frelsast, margir munu koma með og vera með í hvíta skaranum þegar þú kemur sem hafa laugað klæði sín í blóði lambsins og sem geta staðið þar fyrir framan hásæti Guðs og sungið þér lof í Jesú nafni. Amen.